Forseti, our honorary guest, Mr. Pierre Bechmann, aðrir gestir, mér hefur verið falið það vafasama hlutverk að eiga loka orðin. Ég finn það að bjórlyktin er farin að leggja yfir salinn og fólk orðið óþreyjufullt, þannig að ég ætla að stytta þetta einhvern helvítis slatta. En mér var falið það að fara svona örstutt yfir þá punkta sem komu hérna fram og það mér bara sönn ánægja að gera það. Fyrir þau ykkar sem mættu kannski aðeins náðu ekki að vera hérna með í upphafi, þá byrjaði fyrrum formaður eða kapteinn af R&A, Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews, að vera hérna með kynningu á klúbbnum og starfi R&A. Það sem vakti svona athygli hjá mér var það að hann nefndi það að klúbburinn eða R&A gerir ekkert nema að vera beðinn það og hann gerir ekkert nema í samstarfi við aðra. Að þessi klúbbur ekki, hann tekur sér engin hlutverk. Honum eru falin hlutverk út af því að hann framkvæmir það sem hann hefur gert hingað til mjög vel. Þess vegna honum falið að gera meira. Hlutverk R&A mótahald. Þetta governing body yfir golfi í heiminum eða Evrópu að minnsta kosti og hann vinnur mikið fyrir golf og með golfi og allar tekjur sem klúbburinn fær til dæmis af að opna breska meistaramótinu eru notaðar í þessar meginstoðir starfseminnar. Hann ræddi það að það væri samkomulag golf í heiminum í raun og veru að fylgja fyrirmælum R&A. Það engin neyddur til þess að taka upp reglur þær sem þessi ágæta stofnun setur. Menn geta alltaf sagt sig úr lögum við R&A, en menn ákveða hins vegar og klúbbar og íþróttasamfélög, golfsamfélög ákveða að vera undir eftirliti eða umsjón R&A. Og það er í takt við það sem hann sagði, við höfum ekkert valdi við neinum öðrum, menn leita til okkar. Allar ákvarðanir sem teknar eru innan R&A eins og til dæmis það að banna langa púttera eru alltaf teknar að mjög ígrunduðu máli. Og það eru auðvitað bara í takt við þá staðreynd að golfið íhaldssöm íþrótt í eðli sínu sem breytist mjög hægt eins og við vitum. Hann ræddi það að tilstæði að endurskrifa reglurnar, þær var orðnar flóknar og margir úrskurðir. Það væri vinnuhópur í gangi sem væri að vinna núna við það að endurskrifa reglurnar því að það hefði verið draumur margra kynslóðir að gera slíkt en það væri útilokað að segja til hvenær þeirri vinnu myndi ljúka. R&A hefur eftirlit, stöðugt eftirlit með útgáfu og framleiðslu útbúnaðar í golfi, kylfum, kúlum og öðrum útbúnaði og gerir eins og hann lýsti mjög ítarlega rannsóknir á því hvernig golfíþróttin hefur verið að þróast til að mynda í höggalengd. Þannig að það er augljóst að þeir eru að vinna vinnuna sína. Auðvitað hefur klúbburinn mikið stuðningshlutverk við ef svo má segja, vanþróuð golflönd og leggur til mikla fjármuni, útbúnað, þekkingu, kennslu og svo framvegis í því skyni. Hann lýsti aðeins hvað hann er búinn að vera að gera undanfarið ár. Það hefur verið mikil törn á honum og ég er búinn að þekkja hann í 2 ár og ég hitti hann daginn og þá sagðist hann ekki hafa sofið í sama rúminu sínu nema í 2 daga undanfarna 3 mánuði, sofið í sama rúminu nema í 2 daga í röð undanfarna 3 mánuði. Þannig að þetta hefur verið mikið hlutverk fyrir hann og í ljósi þess að hann held ég ekki nema 56 ára gamall. Hann er mjög ungur kapteinn af R&A. Maður horfir á þá kannski fyrirverar hans sem voru áttrætt eða jafnvel meira. Það ferðalag sem hann hefur þurft að leggja á sig í heilt ár, ég veit ekki hvernig eldri kynslóðir hafa farið að leggja það á sig með fullri virðingu fyrir þeim þó. Og svo sýndi hann okkur mjög skemmtilegt myndband í lokin af þessu höggi sem hann sló til þess að við setningu þess að hann yrði kapteinn af R&A og hann sagði mér það síðan hérna eftir á, þorði kannski ekki að segja ykkur, hann sagði að hann hefði aldrei verið jafn stressaður á ævi sinni eins og þegar hann sló þetta högg og hann hefði allur skolfið af hræðslu. En það var svona það helsta sem kom fram hjá honum, örstutt varðandi aðra, að það var hann Brynjólfur Mogensen læknir, talaði forvarnagildi íþróttarinnar, talaði mikilvægi líkamsræktar, sérstaklega við vetramánuðina og það sárvantaði æfingaaðstöðu fyrir kylfinga yfir veturinn. Það væri mjög mikilvægt, sérstaklega sem forvörn gegn íþróttameiðslum, að kylfingar æfðu sig ekki bara í að pútta og sveifla golfkylfu, heldur einnig stunduðu líkamsrækt og það rétta líkamsrækt, ekki mæta bara í laugar með vassbrúsan og í bekkpressuna, heldur svona frekar
skipulagða líkamsþjálfun og nefndi þann ávinning sem hann hafði hlotið af því að vera með Gauta Grétarsyni og ef ég man rétt hefði ekki tekið pillu í 3 ár, ef ég vitna beint í hann. Nú, það var áhugavert að heyra eitt sem hann sagði sem ég tók eftir að af öllum íþróttameiðslum sem koma upp á Íslandi þá má eingöngu rekja 0,7% þeirra til golfíþróttarinnar. En hjá þessum að komast með að hita vel upp og æfa sig betur yfir allt árið. Það dregur úr meiðslum og bætir árangur. Hörður Þorsteinsson, framkvæmdastjóri, sagði það að við þyrftum að takast á við það vandamál framtíðarinnar að hér gæti verið að fara að fækka félagsmönnum í golfklúbbum. Við höfum blessunarlega ekki átt við þetta vandamál að stríða hingað til, heldur höfum við verið með stanslausa þróun undanfarin 15 ár, en núna horfir öðruvísi við og í fyrsta sinn í mjög langan tíma erum við að upplifa fækkun þó hún sé ekki nema 40 kylfingar í heildina. En við þessu þarf við að bregðast og betur má ef duga skal, sérstaklega í barn- og unglingastarfi, þar sem hættan kannski mest á fækkun kylfinga og nefndi tölur þá þróun, en það virtust nú vera góðar blikur á lofti á Suðurlandi hvað það varðaði. Hann fór yfir það að það skorti stuðning frá hinu opinbera til íþróttamála yfir höfuð og stefnu, sérstaklega stefnu hjá sveitarfélögum í íþróttamálum. Fór yfir það að það væru mörg röng viðhorf til golfíþróttarinnar sem hefðu komið fram í könnunum sem gerðar hafa verið, það að golf sé tímafrekt, sem að vissu leyti reyndar rétt, ekki alveg rangt viðhorf, en það samt viðhorf sem þarf að laga, og að það væri dýrt að fara í golf. Og golfhreyfingin þyrfti að takast á við þessi viðhorf til þess að sporna gegn fækkun. Og að lokum fannst mér nú vera svona athyglisverðasti punkturinn hans, með fullri virðingu fyrir ræðu þinni í heild sinni, að mesta brottfallið það í hæsta forgjafaflokki, í efsta forgjafaflokki, og það mikilvægt að ná til þeirra kylfinga sem eru að byrja, því þá tryggjum við það að þeir haldi áfram. Nú Haraldur Sverrisson, bæjarstjóri, fór út í það að bærinn hefði markað sér stefnumótun til næstu 10-20 ára og þar með talið í íþróttamálum, líkt og flest sveitarfélög taldi hann. Hann fór yfir það að Mosfellsbær væri heilsubær, það væri markvisst átak þar, heilsueflandi verkefni hjá bænum, og það var mjög ánægjulegt að heyra lýsingu hans á því, fannst mér. Nú, hann talaði það að bærinn gerði landi undir afþreyingu, hærra undir höfði, dýrt land, en myndi enga síður gera því hátt undir höfði, því að þannig væri rýmið að skapa verðmæti, en það var ekki verið að kassa eins einhverjum skyndigróða með að selja slíkt land. Til lengri tíma litið að þá fælust meiri verðmæti í því að nota landsvæði undir afþreyingu. Hann sagði það að íbúar vildu búa nálægt afþreyingu og vissi mörg dæmi þess að íbúar hefðu sérstaklega flutt til Mosfellsbæjar vegna þess að þar fyrirmyndar aðstaða til íþróttaiðkunar og ekki síst golfs. Hann fór aðeins yfir sameiningu þeirra 2 golfklúbba sem í Mosfellsbæ, gerði stuttlega grein fyrir því, en varaði fólk hér í þessu sal við því, eða hvatti skulum við frekar segja, að hugsa ímyndina, að passa hana og rakti sögur úr bæjarstjórn það og kannski viðhorf sem honum eru kunnug að bæjarstjórnarmenn eða sveitarstjórnarmenn og þá væntanlega allt land hafa mjög rangar hugmyndir golf og þetta þurfum við í golfhreyfingunni að laga. Og að lokum Eggertsson kom hér og talaði umhverfismál, sagði það að golfvöllur geti haft góð og slæm áhrif á umhverfið og nefndi dæmi slíkt. Hann gerði að mínum mati góða og frekar merkilega grein fyrir umhverfinu á Suðurnes eða þar sem Nesklúbburinn með aðstöðu, bæði í fortíð og nútíð og hvernig það mun þróast í framtíðinni. En niðurstaða rannsókna, sænskra rannsókna sem hann nefndi væri hins vegar að golfvellir gætu aukið fjölbreytileika lífríkis með réttri uppbyggingu og umhirðu, held ég að við tekið rétt eftir honum. Og það væri reynslan á Nesinu. Hann gerði grein fyrir umhverfishandbókinni og tilgangi hennar og lýsti af hverju klúbbar ættu að sækjast eftir umhverfisvottun og því ferli sem klúbbar þurfa að fara í gegnum til þess að fá hana og því ferli sem Nesklúbburinn stendur núna í. Þá held ég að það sé komið. Þetta hafi verið mjög hraður yfirlestur yfir það sem hér hefur verið rætt. Ég vil þakka framsögumönnunum okkar sérstaklega fyrir komuna og sérstaklega Pierre Beckmann fyrir að koma hér alla leið frá Frakklandi til þess að heiðra okkur hér með hans erindi.
Það eru veitingar frammi og ég vil þakka ykkur sérstaklega fyrir komuna, ykkur hinum. Hveti ykkur á morgun til þess að mæta tímalega. Þingið byrjar klukkan 10 í fyrramáli, en það verður boðið upp á morgunmat hér sem hefst svona 9 leytið, upp úr 9. Þannig að það er hægt að mæta hinga klukkan 9, fá sér morgunmat og þá er allir í standi fyrir þingið. Takk fyrir komuna.